Aukið atvinnuleysi blasir við í vetur. Hvert hlutverk Vinnumálastofnunar og hvaða tæki og tól hefur stofnunin á slíkum tímum? Soffía Gísladóttir, forstöðumaður hjá Vinnumálastofnun, gestur í landsbyggðum. Einnig rætt við Aðalstein Árna Baldursson, formann Framsýnar stéttarfélags, stöðuna í Þingeyjarsýslum og starfsemi Vinnumálastofnunar. Soffía, atvinnuleysi, það eykst hratt þessar vikurnar. Við erum að nálgast 10% sem að þýðir að það eru rúmlega 20.000 manns á atvinnuleysisskrá. Já, það er svona spáin allavega fram til áramóta. En eins og staðan í dag, þá erum við svona í 9% á landsvísu og höfum verið að hækka smátt. Við náttúrulega fórum niður aftur aðeins í sumar. Sumarið var betra, sérstaklega á landsbyggðinni, heldur en spár kannski gerðu ráð fyrir upphafi. Íslendingar gerðu það að verkum að þeir hjálpuðu ferðaþjónustunni út á landi, sérstaklega. En nú er það þannig að fólk er að ljúka sínum uppsagnarfresti, er að koma inn. Á móti kemur það sem dregur kannski aðeins úr er að fólk er að fara líka í nám, þannig að það er að afskrá sig. Þannig að það kannski dregur aðeins úr mesta toppinu núna, en spárnar gera ráð fyrir 10% til árslok 22.000 manns. Í atvinnuleit. Hlutabótaleiðin sem að farin var, hversu mikilvægt var þessi leið fyrir fólk almennt og þá að halda í ráðningasambandið? Bara mjög mikilvægt og þetta skiptir alltaf mestu máli. Í svona stöðu sem kemur upp mjög óvænt er að atvinnurekendur haldi sambandinu við sína launþega og launþegar fái að halda sínu vinnusambandi. Þetta er gríðarleg þekking sem er innan fyrirtækja sem væri mjög slæmt að missa út á einu bretti. Þannig að þetta var til þess að að fólk hélt sínu vinnusambandi og það skiptir öllu máli fyrir báða aðila. Bæði. En hvað segir sagan þeir sem að missa vinnuna og þegar að atvinnuleysið verður svona mikið, er það þá fólk í yngri kantinum sem verður helst atvinnulaust? Það er alltaf stærsti hópurinn okkar, já, það er yngsta fólkið og missir kannski fyrst vinnuna, hefur stysta vinnusöguna og er þá fyrst til að fara út og þetta er yfirleitt stærsti hópurinn en engu að síður hópurinn sem að við kannski sinnum líka mest. Og þurfum alltaf að passa mest upp á því að þetta er, getum við sagt, dýrasti hópurinn til þess að verða langtíma atvinnulaus. Þannig að við þurfum að passa mjög vel upp á þennan hóp. En þá erum við náttúrulega líka að hvetja þennan hóp í nám, sérstaklega. Og það er það sem við gerum. Leggjum verulega áherslu á það. Hvað segja fræðin almennt, félagsleg vandamál til dæmis sem að geta komið upp og sem eru fylgifiskur oft á tíðum mikils atvinnuleysis, hvenær fara rauðu ljósin að blikka? Já, þetta er góð spurning. Það við erum kannski ekki með neina ákveðna tölu og við getum alveg sagt að við ráðum alveg 10% atvinnuleysi í skamman tíma. En við myndum ekki vilja sjá viðvarandi 10% atvinnuleysi. En innviðirnir hér á Íslandi eru mjög góðir og tilbúnir í svona stutt erfið tímabil. En hvað myndi gera síðan ef þau eru langvarandi, það er erfitt að segja. En engu að síður þurfum alltaf að horfa á viðkvæmustu hópana. Einmitt til þess að passa upp á þennan félagslega vanda, hann vaks ekki mjög skyndilega. Og það er unga fólki og það eru líka innflytjendurnir okkar sem við þurfum að passa upp á, fólk af erlendum uppruna, það á líka erfiðar á vinnumarkaði þegar svona ástand ríkir eins og er í dag. Á hvaða innviði reynir mest í svona ástandi? Nú, það til að byrja með er þetta náttúrulega framfærslu skylda Vinnumálastofnunar til þessa einstaklinga. Við þurfum bara að fókusera á það að fólk fái sína framfærslu. Síðan kemur að því að við þurfum að setja í gang úrræði, eins og námsúrræði og svo náttúrulega kemur til kasta kannski félagsþjónustu sveitarfélaga. Það kemur að því að fólk kannski klára sín bótarétt eða á ekki bótarétt og þarf þá að leita til félagsþjónustu sveitarfélaga. En nú heilbrigðiskerfið þarf að vera tilbúið líka því að auki álag veldur auknum kvíða, þunglyndi hjá ákveðnum hópi, þannig að þetta er allt svona samverkandi en því sterkari sem innviðirnar eru því sterkari erum við sem samfélag
Það hefur ég reynt væntanlega mjög mikið á starfsemi Vinnumálastofnunar, tölvukerfið hjá okkur, það nánast krassaði. Ég bara getur þið sagt að þið hefði bara ekki ráðið við þennan kúf sem að kom. Þetta var rosalegur kúfur og við erum ekki með glænýtt tölvukerfi innan Vinnumálastofnunar, það skal segjast. Við erum að taka nýtt kerfi í notkun núna í lok árs. Þannig að hefðum við fengið 8 mánuði til viðbótar, þá hefðum við verið kannski klárar í slaginn. En þetta kerfi okkar, það er, það er svifaseint í vöfum og við þurfum að íta á mörg tikk, getum við sagt, til þess að afgreiða hverja umsókn. Þannig að það urðu gríðarlega tafir og það sem að við kannski samt sem áður erum þakklátt fyrir og fundum fyrir og höfum fundið fyrir núna síðustu mánuði hvað fólk hefur verið umburðarlynt í okkar garð og þakklátt þrátt fyrir það þurfa að bíða kannski mánuði saman eftir afgreiðslu sinna mála, líka bara þurfa að bíða á línunni hjá okkur upp undir kannski 1 til 2 tíma áður en það fær svar, en ótrúlegt umburðarlyndi og mikið þakklæti út í samfélaginu í gangi gagnvart Vinnumálastofnun og það hefur hjálpað okkur mjög mikið í þessu kófi öllu saman. Ég prófaði að hringja í Vinnumálastofnun og ég var númer 43 í röðinni. Það er bara mjög eðlilegt og við höfum í rauninni 50 manna bið, eftir það í rauninni kannski bara komið á tali, en þetta getur verið ansi löng bið, en engu á síður tókum við núna á vördögum í notkun hana Vinni, sem er snjallmennið okkar og hún hefur tekið af ákveðin kúf, þeir sem þora að tala við Vinni, þeir fá afgreiðslu sinna mála hraðar og svo erum við náttúrulega með tölvupóstkerfið en þetta er allt saman í rauninni eru álagspunktarnir allstaðar og allstaðar bið. En sem sagt, ykkar skjólstæðingar, hverjar svona helstu spurningar sem að fólki kemur með inn til ykkar og að skrá sig atvinnulaust eða atvinnulaust? Ef við að segja hverju eru algengustu spurningarnar í síma, þá er fólk að spyrja stöðu máls. Hvar er málið mitt statt? Og við svona skoðum það og upplýsum fólk hvar málið statt í ferlinu. Eins bara hvenær mun ég fá greitt. Það eru ansi algengar spurningar líka. Nú svo ekki að segja að allflest mál eru nokkurn veginn svona eðlilega og fara bara í gegn, en svo eru náttúrulega mjög mörg flækjustig og það sem var kannski erfiðast í þessu sambandi öllu saman voru sjálfstætt starfandi verktakar sem að pössuðu ekki inn í hlutabótaleiðina, heldur þurfti að fara inn í almenna kerfið og það er ákveðin samvinna okkar og skattyfirvalda til þess að finna út úr bótarétti þeirra. Þannig að það er kannski hópur sem að þurfti að bíða lengst eftir úrvinnslu sinna mála og var kannski erfiðast fyrir. Það er ekki búið að tilkynna að hlutabótaleiðina hún verði framlengd, en manni svona finnst að það liggi í loftinu eða eitthvað? Jú. Núna allavega í 2 mánuði, við gerum ráð fyrir því og í september og október, svo sjáum við til bara hvað setur. Það er náttúrulega komin mjög stór kúfur strax. Það var kannski svolítið svipað í kreppunni að þá voru fyrirtæki mjög mikið að segja upp starfið, segja starfsfólki sínu upp og setja í hlutastarf. Núna fórum við þessa leið, hlutabótaleið, og það stukku ótrúlega margir á vagnin. En drógu sér svo mjög fljótt út aftur þegar þeir sáu það að þeir þurftu ekki á þessu að halda fyrir starfsfólki sitt og tóku það inn í fullt starf aftur. Þetta eru mjög eðlileg held ég viðbrögð fyrirtækja þegar svona holskefla ríður yfir, en þau voru mjög fljót að koma tilbaka aftur og ráða inn starfsfólki sitt sem var líka mjög eðlilegt þegar sá að þeir þurfti á starfsfólkinu sínu að halda. Ég talaði í síðustu viku við Aðalstein Baldursson sem er formaður Framsýnar stéttarfélags í Þingeyjarsýslum og við skulum sjá hvað hann hafði að segja þetta allt saman. Jú, gerum það. Aðalsteinn, hvernig er staðan í atvinnumálum á þínu svæði ef þú ferð yfir hana? Ef við erum að tala núi þá er hún ekki góð. Í sumar hefur þetta verið mjög gott, það hefur verið mikil og öflug ferðaþjónusta og svæði hér hefur inn. En núna eftir að þeirri vertíð lauk þá er ástandi ekki gott og fer bara versnandi með hverju mánuðinu. En má kannski skipta þessu í 2 parta, það er verksmiðja PCC og Bakka við Húsavík og svo ferðaþjónustan sem er öflug á þínu félagssvæði? Það má segja það, já, þegar
Auðvitað hefur PSC verið stærstu og öflugasti vinnustæðurinn á svæðinu með kringum 150 starfsmenn. Þeir sögðu jú upp núna í sumar 80 starfsmönnum og þeir hafa svona verið að hætta og að fullu verður þessar uppsagnir komin til framkvæmda næstu mánaðamót. Og svo náttúrulega ferðaþjónustan sem kemur inn á, hún hefur verið mjög öflug á öllu svæðinu og þar hefur verið gríðarlegur samdráttur og þar hefur við að sjá mjög mikið uppsagnir. En í þriðja lagi kannski má nefna það að það öll þeir fyrirtæki sem hafa verið að vinna til hliðar við ferðaþjónustuna og sérstaklega Bakka, þar líka að ræða uppsagnir. Þannig að það eru þessi afleitu störf svo kalluðu. Já, það bara þessi afleitu störf. Ég tek bara sem dæmi hvort sem það rakarinn á Húsavík, hann kemur til með að missa viðskipti, fyrirtæki sem hefur séð að skipa upp og út vörum frá verksmiðjunni á Bakka. Það náttúrulega gríðarlegur samdráttur, þannig að hann kemur alls staðar niður þessi samdráttur. Ef við tökum fyrst Bakka, hvaða vonir bindur þú við að verksmiðjan fari aftur í gang? Ég bind mikla vonir við það. Það alveg ljóst að markaðsverðið, þetta reyndar bara tæplega 2 ára gamalt fyrirtæki, eða rétt það reyndar, byrjaði að starta í apríl 2018, að það á síðasta ári til dæmis eru þeir að skila í launagreiðslum til starfsmanna 1,4 milljarði og einhverjum hálfum milljarði sem fór í að greiða þjónustu fyrirtækjum og undirverktökum og skattar sennilega til samfélagsins hér kringum 200 milljónir. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt fyrirtæki og ég finn ekki annað á þeim en að þeir ætla að standa þetta að sér, það að segja heimskreppuna og markaðsverðið, það fari upp aftur og þá munu þeir fara á stað. Það er svona, þeir hafa verið að laga verksmiðjuna og þeir eru í viðræðum okkur breytingar á launakjörum starfsmanna sem því að það launin verða betri. Þannig að það ekkert annað heyri en þeir allir vera tilbúnir þegar heimsmarkaðsverðið lagast. Er einhver tímasetning svona sem að þú ert með í huga hvenær hún gæti hugsanlega farið í gang aftur? Nei, það er best að segja ekki til það vegna þess að ég náttúrulega stjórn ekki þarna en ef maður rýnir í svona umhverfið þá sé ég svolítið fyrir mér að veturinn verði erfiður öllum, ferðaþjónustunni öllum öðrum og Bakka. Þannig að með vorinu 2021 þá fari þetta lagast og vonandi getur verksmiðjan farið á stað þá eða síðar á því ári. Ferðaþjónustan í kringum Húsavík og á Húsavík er öflug og þú ert líka með Mývatnssveitina, þar verið að loka. Já, það er búið að vera, Mývatnssveitin hefur verið að koma mjög illa út og svona, í upphafi COVID í mars, apríl, maí, júní, þá var Skútustaðahreppur að koma á það svæði að koma langverst út því að þeir byggja nær eingöngu á ferðaþjónustunni og ferðaþjónustan hrundi en svo sé ég núna að svona svæðið okkar er svona meira jafnast, hins vegar mun aukast helst hér á Húsavík út af lokum Bakka til viðbótar ferðaþjónustunni en hinir svona munu svona halda jafnvægi svolítið í vetur en þó mikið atvinnuleysi og þar kannski kemur til að ferðaþjónustan hefur keyrð mikið af erlendu vinnuafli sem að núna mun yfirgefa landi þannig að atvinnuleysi í raun á Íslandi miklu verra heldur en einhver opinbera tölu segja til vegna þess að við erum að flytja út atvinnuleysið. Hvernig hljóðið í þínu fólki sem að kemur inn á kontorinn og að ræða málin? Vissulega er það bara þannig að menn hafa miklar áhyggjur og sjá ekki alveg fram hver framtíðin verður og talandi það, þá það sérstaklega það náttúrulega erlendu starfsmennir sem hafa verið að koma hér, setjast hér að og annað, að vanta svona kannski meira svona stuðningsnet að það menn hafa bara miklar áhyggjur af sinni stöðu og hvað framtíðin ber í skauti sínu. Stuðningsnet segirðu, hvað vilt þú að stjórnvöld geri núna á næstu vikum? Ég ætla ekki að gera lítið úr því sem að stjórnvöld hafa verið að gera og þau hafa verið að grípa til ýmsa aðgerða varðandi bara sveitarfélögin, fyrirtækin í landinu og einstakling og annað þannig að ég vil meina að þeir hafa verið að gera margt gott en það mátt að gera betur og við til dæmis núna ætlum okkur að höfum átt mjög gott samstarf sveitarfélögin hér og atvinnurekendur hér ýmsar aðgerðir og sem að tengjast því sem stjórnvöld að gera en það er eitt sem við ætlum að beita okkur fyrir núna það að við viljum sjá að Vinnumálastofnun verði efld á landsvísu og það því að hún greinilega undirmönnuð og hefur ekki verið í stakk búin til að takast á þennan mikla vanda og við munum núna beita okkur fyrir því að þjónusta Vinnumálastofnunar verði stór aukin á þessum svæðum sem að koma verst út.
Finnst þér hafa skort upp á það verulega hérna á þínu svæði? Já, það hefur bara skort verulega á þessa þjónustu. Við atvinnuleitindur og við til dæmis hérna hjá Framsýn erum bara, sko, daglega núna hafa bara stór hluti af okkar störfum hér starfsmanna að sinna atvinnulausu fólki sem þarf að ná sambandi við Vinnumálastofnun og er náttúrulega atvinnuleit og við eigum ekki að vera að gera, að við settum á stað vinnumiðlun núna í sumar og höfum verið að miðla fólki í vinnu. Það er akkurat það sem Vinnumálastofnun á að vera að gera en ekki við. En við töldum mjög brýnt að gera þetta og í ljósi þess að Bakki var að lamast og 80 starfsmennum missa vinnuna og fleiri og okkur hefur tekist að koma þó nokkrum í vinnu og plús það sem að Vinnumálastofnun á að gera líka að vera með þetta vinnustað eftirlit. Það hefur náttúrulega enginn komið hér í marga mánuði til þess að sinna því eftirliti þannig að Vinnumálastofnun er ekki að vinna sitt starf því miður og ég ætla ekkert að kenna stofnunin það sem slíkri vegna þess að ég held að vanti bara fjármagn inn í stofnunina og við köllum núna eftir aukinni þjónustu okkar svæði og munum leggja til að Vinnumálastofnun komi hér með skrifstofu, verður hér með fólk í vinnu. Á hvern hátt geturðu beitt þér fyrir því að Vinnumálastofnun komi hérna með öflugri hætti þá inn á svæðið? Þögnin hefur aldrei skilað árangri en með því að opna munn og koma sínu skoðunum á framfæri og reyna að selja góðar hugmyndir, að það er kannski möguleiki sem við höfum í stöðinu, það er að reyna að selja góða hugmynd vegna þess líka að þetta er bara, nú er þetta ástand, það gengur bara ekki upp. Það gengur ekki upp að fólk get ekki ná símasamband við stofnunina og leita sér og afla sér upplýsinga svona bara sem á að vera borðliggjandi og veita, fólk á rétt á þessari þjónustu, það er ekki að fá hana og ég tel að menn hljóta að hlusta eftir því sem við erum að segja og ég veit það er líka kurr hérna í sveitarfélögunum að menn vilja bæta þessu þjónustu. En svo þjónustu sem að þið eruð að veita hérna fyrir þá utan þessa vinnumiðlun? Já, það er bara, sko það er vinnumiðlun og svo er mitt þetta, við erum bara að hjálpa fólki við að sækja atvinnuleysisbætur og hvernig við þurfum að fletta upp í lögum atvinnuleysistryggingar og hitt og þetta, það er mikið af erlendu vinnuafli sem er á leiðinni heim, hvernig stöndum við að því og svona margt sem að við í sjálfu sér eigum kannski oft erfitt með að svara því við erum ekki Vinnumálastofnun. Við getum ekki tekið ábyrgð á því að vera að segja fólki til og svo er það bara ekki rétt sem við erum að segja þeim. Hefur fólk fjárhagsáhyggjur? Já, eðlilega hefur fólk fjárhagsáhyggjur og ég var bara núna fyrir þetta viðtal, þá var ég einmitt eitt hjá mér sem var með tárin í augunum yfir erfiðleikum og hjá sínu heimili og þetta eru málin sem að koma hér inn, það er atvinnulaus maður. Það hefur verið þrýst á stjórnvöld að hækka atvinnuleysisbætur? Það hefur verið þrýst á stjórnvöld að hækka atvinnuleysisbætur, það er rétt. Hins vegar er ég þeirra skoðunar og við hér hjá Framsýn að menni að byrja á því að efla vinnumiðlun því það er mjög undarlegt að hér skuli vanta eins og í sumar og enn vantar fólk í mörg störf og hefur vantað en það fæst ekkert fólk til starfa. Þá er eitthvað að kerfinu, byrjum á því að laga vinnumiðlunina, förum að miðla fólki í vinnu og síðan eiga menn að fara að skoða það hvort að sé ástæða til að hækka atvinnuleysisbæturnar og þá hvernig, en við verðum að hafa það í huga að atvinnuleysisbætur eru eins og lágmarkslaun í landinu í dag og það þarf alltaf vera hvati til þess að fólk vilji vinna. En ef hins vegar kemur upp hér raunverulegt atvinnuleysi, það er bara enga vinnu að hafa, þá verða menn að horfa til þess að laga atvinnuleysisbæturnar þannig að fólk hafi einhverja framfærslu. En þú svona, þegar þú horfir fram í veturinn, að það eru erfiðir tímar framundan? Það eru erfiðir tímar og við skulum ekkert gera lítið úr því, það eru erfiðir tímar og ég ætla að spá því að þessir erfiðir tímar verði núna fram í apríl á næsta ári út af COVID, en eitt sem geti náttúrulega flýtt fyrir að við getum farið að svona brosa og faðmast aftur og það er það að ef að menn komast yfir bóluefni sem að kemur til með að geta unnið á þessari veiru en ég held að menn megi reikna með því að næstu mánuð verða erfiðir en við skulum bara vona það að með vorinu 2021 þá færi þetta lagast. Soffía, Aðalsteinn Baldursson á Húsavík, hann er ekkert hress með starfsemi Vinnumálastofnunar? Nei, eðlilega kannski, það hefur verið gríðarlegt álag á Vinnumálastofnun síðustu mánuði og ég er í rauninni bara mjög þakklát verkalýðsfélögunum fyrir þeirra hlut í okkar starfi í sumar því að okkur veitt ekkert af aðstoð allstaðar og Framsýn og önnur verkalýðsfélög á landinu hafa virkilega staðið sig vel til þess að aðstoða Vinnumálastofnun í þessu stóra verkefni sem við fengum í fangið með
mjög skömmum eða engum fyrirvara, getum við sagt. Þannig að þeir hafa unnið gott starf og þeir gera það yfirleitt hjá Framsýn á Húsavík, þeir vinna mjög gott starf fyrir sinn hóp og sitt fólk og ég er mjög þakklátt fyrir það, okkur eins og ég segi, okkur veitt ekkert af aðstoðinni. Ef ég man það rétt þá var Vinnumálastofnun hér á árum áður með í skrifstofu á Húsavík en lagði hana niður, Aðalsteinn að kalla eftir að þið opnið aftur. Jú, það er rétt og Vinnumálastofnun er núna með eina skrifstofu í hverjum fjórðung, má segja, á hverju þjónustusvæði. Það voru skrifstofur á Húsavík og í Vestmannaeyjum sem var lokað á sínum tíma. Ég hef gagnrýndi það á sínum tíma. Ég hefði viljað halda skrifstofuna á Húsavík en þetta var ákvörðun yfirstjórnar að fara niður í eina skrifstofu á hverju þjónustusvæði og þannig var það. Nú við gerum okkar besta að sinna fólki út um allt land. Það eru mjög margir okkar atvinnuleitenda fyrir utan starfsvæði þjónustuskrifstofa og hingað til höfum við ýmist verið að fara eða sinna þeim í síma með ráðgjöf þannig eða núna eins og við erum að þróa með svona Teams ráðgjöf. Þannig að við erum að sinna þessum einstaklingum eins vel og við getum en ég get alveg sagt það að frá því að við fengum COVID í fangið hjá Vinnumálastofnun að þá höfum við ekki getað sinnt okkar atvinnuleitendum með mikilli ráðgjöf eins og við gerðum fyrir COVID-ið. Það er alveg ljóst. Enda með mun stærri hóp í fanginu. En við erum svona fjart okkur þangað núna á haustdögum og erum að bjóða upp á fleiri úrræði. Aðalsteinn talar líka vinnumiðlunina. Vinnumálastofnun, hún í nógu góðum samskiptum við atvinnulífið til þess að geta miðlað vinnu? Við gætum verið, held ég, í miklu betri samskiptum og samvinnu við atvinnulífið og ég kalla hreinlega eftir því að atvinnurekendur auglýsi hjá okkur störf. Það er mun auðveldara fyrir okkur að miðla í störf, fáum við störfin til okkar. Þetta er ókeypis þjónusta sem við veitum en við höfum ekki kannski náð þessari miklu og góðu samvinnu við atvinnurekendur sem við þurfum að ná að þeir auglýsi störfin hjá okkur. En eins og ég nefndi áðan að þá erum við að byggja upp nýtt kerfi innan Vinnumálastofnunar og þar erum við að fara í svo kallað matching-kerfi, þá erum við með virkari hætti að para saman störf og atvinnuleitendur og þar opnast gríðarlega mikil tækifæri okkar í samvinnu við atvinnuleikendur og ég bind mikla væntingar til þess. Aðalsteinn Baldursson, hann talar líka þegar vorum að tala atvinnuleysið að tölurnar, það kannski segja ekki alltaf, það sé verið í raun og veru líka að flytja út atvinnuleysið. Já, það sem ég tel að hann eigi við er það að fólk af erlendum uppruna hefur mikið verið að fara til síns heima með svokallum U-pappírum frá Evrópusambandinu. Nú er það Evrópulöggjöf og við erum í samvinnu við Evrópusambandið með Evrópulöggjöfina og þetta er heimild sem atvinnuleikendur hafa alla Evrópu. Það er að fara í 3 mánuði í atvinnuleit í öðru Evrópuríki með bæturnar eins og frá Íslandi út og ég reikna með að það sé það sem hann er að vísa til að við erum með fjöldan allan af atvinnuleitendum sem er að fá greiðslu frá Íslandi í öðrum löndum í atvinnuleit þar, þannig að þeir eru á þeim tíma ekki atvinnuleit hér heima. Það er rétt. Háskólar landsins, símenntunarmiðstöðvar og þessar menntastofnanir, þær eru að fara á stað núna með vetrastarfsemina. Þar er ýmislegt í boði fyrir atvinnulaust fólk. Algjörlega. Og við erum búin að vera í samvinnu við þessa námskeiðshaldara síðan í vor. Við óskuðum eftir því að þeir myndu undirbúa sér vel fyrir haustið, svo við getum farið að bjóða tilboð í haust. Nú, atvinnuleikendur geta sótt náttúrulega námsstyrki til okkar. Þeir hafa ákveðna heimildir til að vera í námi í 1/3 af námi sem þeir geta verið í með því að hafa námssamning. Þannig að það er hægt að nýta tíman mjög vel, til dæmis að fara í 10 SETS einingar í háskóla, 1/3 að námi í framhaldsskóla, en við þurfum alltaf að hafa þessa námssamninga. Og svo er fjöldin allra námskeiðum sem við munum vera að bjóða núna á haustmissunum. En þá þarf fólk líka að fylgjast með. Hvernig er kerfið uppbyggt svona almennt, sýnist þér fyrir atvinnuleitendur að
ná í allar þær upplýsingar sem að til eru? Það bæði það, við munum gera okkar besta til þess að auglýsa á heimasíðun okkar þar sem við erum með í hvað tilboð er í gangi, en einnig erum við að senda út beint á atvinnuleitendur þau tilboð sem er í gangi, þannig að í þannig samskiptum, tölvupóstsamskiptum, þá erum við að vekja athygli á þessu. Nú síðan erum við að vinna með stjórnvöldum að því að breyta lögum og það er verið að tala um enn frekari heimildir kannski frá með áramótum, námir tækifæri er nefnt til leiks eins og við vorum með þá í kreppuna á sínum tíma þegar við vorum með námi vinnandi vegur. Það er það að heimila einstaklingum að fara í nám samhliða atvinnuleysisbótum, en það er verið að vinna í því máli öllu saman og það er ekki tilbúið, ekki komið í gegn, en ég bið fólk bara að fylgjast vel með. En þessar aðgerðir sem er verið að grípa til vegna COVID, hvað læriði Vinnumálastofnun af bankakreppunni sem hefur verið að nýtast núna? Það er til dæmis þetta, nám er vinnandi vegur. Þegar við gátum boðið atvinnuleitendum að fara í nám samhliða atvinnuleitinni, það var mjög gott úrræði og þetta nýja úrræði, nám er tækifæri, það byggjum við á þessu. Þetta var svona kannski það besta, en virknin, hún skilar alltaf mestu. Að atvinnuleitendur séu í virkni á meðan þeir eru að leita sér að störfum, að þeir passi upp á bara þennan virka tíma sinn, að þeir vakna morgnana og sinni ákveðnum verkefnum, meðal annars kannski bara sem sjálfboðaliðar í sínum félagasamtökum. Virknin er það sem skiptir mestu máli, að þú snúir ekki sólarhringnum við, að þú passir upp á sjálfan þig og sért virkur öllum stundum. Látum þetta vera lokaorðin. Soffía Gísladóttir hjá Vinnumálastofnun, þakka þér fyrir spjallið.